gleðilegt sumar og kæra þakkir fyrir veturinn. Í 104. sálmi Gamla testamentisins standa þessi orð. Lofa þú Drottinn, sála mín. Drottinn, Guð minn, þú ert harla mikill. Þú þenur út himinin eins og tjaldúk. Þú lést lindir spretta upp í dölunum. Þær streyma milli fjallana. Þær svala öllum dýrum merkurinnar. Við þær búa fuglar himinsins, kvaka milli löfgaðra greina. Ég vil ljóða Drottinn meðan lifi, lofsyngja Guði mínum meðan ég til. Náttúrumynd úr þessum fallega sálmi Gamla testamentisins. Svo fallegur og undurblíður með skírskotun í náttúruhljóð austrænna gróðurlenda, sálmaskáldsins. En kallast á við hjarta okkar eigin hljóð og ljóð. Allt úr sinfóníu himinsins. Sköpunin svo sama og tjaldúkur himinsins yfir okkur, öll dregin, yfir upprisu lífsins, upprisu frelsara okkar. Og svo hverfum við heim til landsins okkar. Krían svo fallegur fugl, sagði systir mín við mig daginn. Ég hváði og velti fyrir mér orðinu fallegur. Rifjaði upp óteljandi ferðir í bensku á sjávarbakkanum heima. Skröltandi skreiðin hangandi í snærispottum gaf frá sér einkennilegt skraufþurrt hljóð. Daufur ilmur í lofti, örlítil hlýja í andvaranum og gargandi krían að verja varpið sitt, afkvæmin sín. Og við veifuðum prikum út í lofti svo hún pikkaði ekki beittum gognum í kollana á krakkagerinu sem að var að leika sér. Krían að standa vörð framtíðina. Krían sem ber ættarnafnið Þerna eða kannski Þjónn. Kristur sem í vorinu stendur vörð framtíðina í voninni Þjónn eilíðarinnar og Herra. Af hverju krían í vorinu? Hver tengir saman kríu og vonina í vorinu og páskana og lífið sem sigrar? Í bókinni Rennur upp nótt, þá yrkir Ísak Harðarson kríuna og tengir þetta tvennt á svo fallegan hátt og segir í ljóði sínu: Hnitmiðuð ertu, kannski ég líka. Garg þitt virðist ómeðvitað og ósjálfrátt, eins og ýtt sig á einfaldan takka. Mitt kvein ber í sér hæga skelfingar glötun heimsins, eins og þrýst sé á brennandi sár. En samt þetta bara hið eitt og hið sama, innbyggt kall og básúna lífsins, undrið sem bíður, undrið sem ljómar þegar skurnin brestur. Já, takk Ísak að benda á að það eru páskar í þernusöngnum eða kríugarginu, eins og við köllum það oftast. Vorboðin sem kemur lengst að allra. Og fegurðin í tilganginu með garginu, að venda viðkvæma endurnýjun lífsins, unga og egg, sem minn okkur á skurnina sem brestur og gröfina sem rofin af vorkomu himinsins, frelsaranum. Nú sveimar fallega krían mín, létt hvít með dassi af gráum lit og rauðan gogginn í tilefni sumarkomunar, eins og hann hafi komist yfir dimmrauðan varalit og sett pínulítið á fæturnar líka. Já, krían sem hefur fjölskyldunafni Þerna, minnir mig á þernurnar og þjónustuna við Guð sem lætur mig ekkert bresta. Náungan og náttúruna sem syngur skapara sínum dýrð aldrei meira en í vorinu. Krían sem syngur skrækri röddu og minnir okkur líka á hversu stópult heilbrigði jarðarinnar, þar sem að hlýnun og súrnun sjávar tekur frá henni sjávarfangi sem nærir hana og ungana hennar. Krían sem minnir á varnarleysið í árásarham sínum, rétt eins og manneskja sem í varnarleysi sínu leitar skjóls í vandasamri veröld. Við höfum leitað skjóls undanfarið í öryggisleysi á lífsferðinni.
Margir eru varnarlausir, margir óttaslegnir heilsu sína, afkomu sína í framtíðinni. Við biðjum Guð að leiða okkur á þessum vandasömu tímum í veröld vorsins og vaka yfir þeim sem þjóna okkur og leiða okkur á erfiðum stundum. Og við þökkum Guði lífið, andartakið og eilífðina, allt þetta sem býr í vorinu, býr í páskunum. Þegar við missum sjónar á þessu, þá treystum við því að Guð leiði okkur dimma dali lífsins úr myrkri í ljós.